Rúnar 2-0 sigur á Íringum í fyrsta leik í Reykjavík móti. Ertu sáttur með frammistöðuna? Já, ég þokkalega sáttur við þetta. Við spilum ágætisleik og náðum að halda boltanum ágætlega og æfa hluti sem við erum að reyna að æfa á æfingasvæðinu og það er bara mjög gott. Fínir leikir í Reykjavík til að æfa þá hluti og ég er bara sáttur við sigurinn. Töluverðir yfirburðir hjá ykkur en kannski færanýtingin var ekkert sérstaklega góð í dag, fenguð mikið af færum? Já, sérstaklega í síðari hálfleik. Mér fannst við ekkert skapa of mikið af færum í fyrri hálfleik. Íringar voru alltaf hættulegir í hraðahlaupunum og veitt okkur mjög harða mótspyrnu og 0-0 í hálfleik var bara nokkuð sanngjarnt. En ég er svona við það að halda boltan svona lengi að þá náðum við að þreyta þá aðeins og þá fundum við holur á varnarleik þeirra í síðari hálfleik og sköpuðum aðeins fleira færum og svona höfðum meiri völd fannst mér þá heldur en í fyrri hálfleik. Þú varst kannski svolítið mikið að nota bakverðina, kom upp Haukur og Gunnar voru að spila virkilega vel og komið mikið að fyrirgjöf? Já, við náttúrulega þegar liðin falla svona aftarlega og við erum, það er þröngt fyrir fram að vítateiginn og það er í kringa, þá er hennum maður að sækja aðeins út á kantana og við gerum það. Ég hef kannski vilja fá þá til að kannski komast aðeins dýpra, aðeins neðar á vellinu, nær endalínunni og komum fyrirgjöfum þar. Það er komið dálítið langt utan af velli fyrirgjöfnar í dag og svona hefði viljað fá menn lengra og hærra á velli. Hrannar Einarsson kemur hann inn á sem varamaður og gerist eitthvað upphafi síðari hálfleiks, ælir, hvað er hann eitthvað veikur eða? Nei, þetta hann lent í þessu áður Hrannar, hann sagði okkur það og hvort það sé rétt fyrir leik eða eins og í hálfleik, kannski eitthvað smá stress eða eitthvað slíkt, þannig að hann þurfti aðeins að hann var heppinn að finna ruslatunnu þarna hinum megin á vellinum, þannig að þetta var nú aðeins hugulegra að setja þetta beint þangað. En hann var í góðu lagi, hann sagði að það hafi ekki ágjör, ég vanur þessu, þannig að við vorum ekkert ágjör fyrir treystum honum og hann kláraði leikinn. Hann virtist koma aðeins öflugur bara eftir þetta? Já, hann var búinn að losa um einhverja spennu, þannig að hann var fínn þegar hann var búinn að losa sig við þetta. En svona hópurinn kannski, þú ert búinn að vera lítið að gera markanum en þið fáið Hollendinga á reynslu í næstu viku. Getur sagt okkur eitthvað um hann leikmann? Nei, voru lítið, við höfum fengið fregnir af honum og séð myndbönd með honum aðeins en við verðum bara að bíða að sjá hvað hann sýnir okkur hér. Það er oft mjög auðvelt að búa til flott myndbönd með leikmönnum en það er oft öðruvísi þegar maður sér þá í aksjón og íslensku fótbolti er nú orðinn það sterkur að það er ekkert auðvelt að vera að spila hérna endilega og menn komið erlendis frá, þannig að við þurfum að skoða vel og vanda okkur í valinu því að þetta kostar alltaf einhverja peninga og maður vill helst ekki vera að taka inn leikmenn sem eru kannski slakari en þeir sem maður er með í liðinu og þess vegna verður maður að vanda sig og vonandi bara þá tökum við rétt ákvörðun í þessu en maður gerir það ekki alltaf, þess vegna þurfum við að vanda okkur vel og vonandi tökum við rétt ákvörðun þegar við erum búin að skoða. Misti náttúrulega Hannes út í atvinnumennsku og búinn að vera að leita markverði. Stefán Logi sagði í viðtali á dögunum að væri að útiloka það að spila á Íslandi. Treystir þú þá Rúnar Alex fyrir að byrja sumarið eða ertu ennþá að leita einhverjum aðalmarkmanni? Ég myndi treysta Rúnar Alex til að spila fyrir KR, það er engin spurning en við munum bara skoða þetta áfram. Þetta veltur alltaf því hvað gerist með Alex og ef hann fer erlendis þá munum við ræða við Stefán og sjá hvort að hann sé búinn að binda sig erlendis eða ekki. Við þurfum bara að bíða með það en vonandi gerist það bara sem allra fyrst en ef hann er ekki klár og Alex fer þá þurfum við að leita eitthvað annað en staðinn í dag þá er Alex okkar markmaður og Hugi er hjá okkur og hann er reynsluður ríkari eftir gott tímabil í fyrra með Ægi og hún að fá smá reynslu og fullt að leikjum þannig að þetta eru strákar sem við erum bara að treysta á eins og er en við munum engu að síður leita að einu markmanni viðbót. Einhverja aðra styrkingar í hópnum sem þú telur að liðið þurfi núna? Nei, við vildum ná okkur í miðvörð og miðjumann og þú veist, staðinu núna þá er bara miðvörður á leiðinni í test og öðru leyti er ekkert að gerast þannig að við verðum bara að sjá, við erum með góðan hóp frá því í fyrra og marga góða leikmenn sem vantaði til dæmis í dag og þegar við verðum búin að ná öllum okkar leikmennum heilum og tilbaka þá er hópurinn okkar sterkur og svona styrking á honum er kannski hún er ekki nauðsynleg en hún væri mjög góð fyrir hópinn, liðið og okkur í þjálfarateyminu að fá smá nýtt blóð inn og aðeins að hrista upp í þessu.